Það hefur auðvitað verið rætt í þessu samhengi og það hefur beinlínis var haldið fram eftir þetta viðtalið helgina að þú værir að einhverju leyti að reyna að koma í veg fyrir að þetta gert og það væri verið að draga fjölskyldu þína inn í þetta, þína fyrri viðskiptasögu. Þú varst auðvitað umsvifamikill í viðskiptum á árunum fyrir hrun og áttir hlut í banka og olíufélagi og dróst þessu út úr því. Hefurðu sjálfur átt viðskipti í gegnum það sem hefur verið skilgreint sem skattaskjól, átt þar eignir eða farið með peninga í gegnum svoleiðis apparat? Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum. Ég hef ekki verið með neitt slíkt og á engin hlutabréf eða neina slíka hagsmuni í dag. Í þessu tiltekna máli er að því mér virðist allt reynt til þess að gera fjármálaráðherrann eða jafnvel fjármálaráðuneytið tortryggilegt. Hverjir halda því á lofti? Fyrst og fremst pólitískir andstæðingar. Í þeim tilgangi að segja menn vera að draga lappirnar eða þvælast fyrir. Hvað var ég að segja í síðustu viku? Ég sagði mér finnst málið taka á langan tíma. Við höfum áður gefið vilyrði fyrir því að gögnin séu sótt. Ég hef áður tekið af tvímæli það. Þannig að þetta auðvitað ekkert annað heldur en bara pólitík. Menn að reyna að vinna einhverja skammtíma sigra í pólitík og slá keilur. Menn geta leikið sér við það en eftir situr við styðjum kaup á gögnunum og við höfum rytt úr vegi öllum hindrunum mögulegum fyrir því að embættið sæki gögnin. Þannig að þú hefur aldrei átt eignir eða átt viðskipti í gegnum þessi svokölluðu skattaskjól? Nei, það hef ég ekki gert.